upprisinn Kristur sannarlega upprisinn. Verið velkomin á páskastund hér í Garðakirkju. Við munum heyra gleðilega tónlistflutta og hugvekju og fallega lestra. En mér langar að hefja stundina því að fara með bæn fyrir okkur. Ó drottinn Guð, höfundur og gjafari allra góðra hluta. Við þökkum þig fyrir náð þína og fyrir ást þína á allri sköpun þinni. Við lofum þig fyrir gjöf lífsins, fyrir verndarvæng þinn sem þú breiðir yfir okkur, fyrir handleiðslu þína og fyrir kærleika þinn sem býr í okkur. Við þökkum þér fyrir vináttu og skyldur, fyrir góðar vonir og ómetanlega minningar, fyrir gleðina sem hressir okkur og þrautirnar sem kenna okkur að treysta þér. En mest af öllu þökkum þér fyrir að frelsa okkur með þekkingu og syni þínum, frelsar okkar, fyrir lifandi nærveru anda hans, huggarans. Með hjálp alls þessa, himneski Faðir, ger okkur vitur svo við megum nýta gjafir þínar á réttan hátt, svo við megum færa því þakkir fyrir alla daga ævinnar. Fyrir Jesú Krist, drottinn vor. Amen. Fyrsta dag vikunar kemur María Magdalena til grafarinnar svo snemma að enn var myrkur og sér steininn tekinn frá gröfinni. Hún hleypur því og kemur til Símonar Péturs og hins lærisveinsins sem Jesús elskaði og segir við þá: Þeir hafa tekið drottinn úr gröfinni og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Pétur fór þá út og hinn lærisveinin og þeir komu til grafarinnar. Þeir hlupu báðir saman. En hinn lærisveinin hljóp hraðar fram úr Pétri og kom á undan að gröfinni. Hann laut inn og sá línblæjurnar liggjandi en fór samt ekki inn. Nú kom líka Símon Pétur á eftir honum og fór inn í gröfina. Hann sá línblæjurnar liggja þar og sveitadúkinn sem hafði verið vafinn höfuð hans. Sveitadúkurinn lá ekki með línblæjunum heldur sér, saman vafinn á öðrum stað. Þá gekk einnig inn hinn lærisveinninn sem komið hafði fyrr til grafarinnar. Hann sá og trúði. Þeir höfðu ekki enn skilið vitninguna að hann ætti að rísa upp frá dauðum. Síðan fóru lærisveinarnir aftur heim til sín. En María stóð úti fyrir gröfinni og grét. Grátandi laut hún inn í gröfina og sá 2 engla í hvítum klæðum sitja þar sem líkami Jesús hafði legið, annan til höfða og hinn til fóta. Þeir segja við hana: Kona, hví grætur þú? Hún svaraði: Þeir hafa tekið brott drottinn minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Að svo mæltu snýr hún sér við og sér Jesú standa þar. En hún vissi ekki að það var Jesús. Jesús segir við hana: Kona, hví grætur þú? Að hverju leitar þú? Hún hélt að hann væri grasgarðsvörðurinn og sagði við hann: Herra, ef þú hefur borið hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann svo ég geti sótt hann. Jesús segir við hana: María. Hún snýr sér að honum og segir á hebresku: Rabúni. En Rabúni þýðir meistari. Jesús segir við hana: Snertu mig ekki. Ég ekki enn stiginn upp til föður míns, en farðu til bræðra minna og segðu þeim: Ég stíg upp til föður míns og föður ykkar, til Guðs míns og Guðs ykkar. María Magdalena kemur og boðar lærisveinunum: Ég hef séð drottinn. Og hún flutti þeim það sem hann hafði sagt henni. Sigur
sé með yður og friður. Sögurnar eru ótal margar sem við rekust á í glanstímaritum og á skjánum. Það sem einstaklingur lýsir ævi sinni, vonbrigðum og mótbyr, fjallar svo einhvers konar upprisu, eitthvað sem verður til þess að viðkomandi snýr blaðinu við og í raun gengur í endurnýjun lífdaga. Öðlast í raun nýtt líf eftir að hafa gengið í gegnum svartnætti, táradal. Þessum sögum fylgir yfirleitt alltaf einhvern berskjöldum, þar sem viðkomandi opnar á erfiðar og stundum sárar minningar sem hann eða hún hefur gengið í gegnum. En þessi kreppa, sem getur verið ýmsu tagi, verður til þess að viðkomandi leitar og finnur þann kraft sem hann eða hún þarf á að halda til að geta haldið áfram, til þess að geta gengið upprétt eða uppréttur. Til móts við nýjar áskoranir, til móts við nýtt líf. Væntanlega hefur þú sjálf eða sjálfur staðið frammi fyrir myrkrinu og vonleysinu, eitthvað reyndist ekki eins og þú hafði vonast til, ákveðið þrot, uppgjöf og vonleysi. Í tilfelli lærisveinanna og fylgjenda Jesú var niðurbrotið algjört. Sá sem treyst var á að myndi laga allt, bæta allt, gera allt betra, hafði verið niðurlægður og að lokum krossfestur. Fylgjendur hans höfðu lokað að sér eins og strútur sem stingur höfðum í sandinn og vonast til þess að hættan liði senn hjá. Hópurinn sem hafði myndast í kringum Jesú hafði orðið til vegna þess að Jesús gaf þeim von. Það var eina ástæðan fyrir því að leiðir þessa fólks hefði legið saman. En hópurinn, hann var við það að tvístrast og var ekki bara næsta mál á dagskrá að fara huldu höfði og láta sig í raun hverfa. Var eitthvað gott sem gæti komið út úr þessu öllu saman? Ekki neitt, hafa þau ánefa hugsað, ekki nokkur skapað hlutur. En það er einungis það að þau voru í bráðri lífshættu fyrir að hafa fylgt Jesú. Þetta yrði á endanum bara fjarlæg minning von sem brast, nærveru mann sem breytti lífið þeirra, en svo ekkert meir. En María Magdalena, hún fór samt að gröfinni. Hún vildi vera nær Jesú, þótt hún vissi að hann var í dáinn. Eins og þegar við vitum ástvina sem við höfum hvatt. Hún kemur að gröfinni og sér að steininu hefur verið velt frá og fer svo og segir lærisveinunum frá því hvað hún hafði séð. Þegar Jóhannes og Símon Pétur hlaupa af stað og koma að og þeir sjá hvað gerst hefur og fara síðan tilbaka til að segja henni frá. En María Magdalena, hún hleypur ekki. Hún staðnæmist fyrir framan gröfina og af því að hún hleypur ekki, þá sér hún 2 engla sitt-hvoru megin við línklæðin. Hún var ein eftir, hún hafði misst það sem var henni dýrmætast, Jesús sem hafði í raun gefið henni nýtt líf. En af því að hún staðnæmdist við, þá sá hún englana og hún mætir Jesú uppreisn. Mér langar aðeins að horfa okkur sjálf og stöðu okkar í þessu samhengi. Í rúmt ár höfum við ekki getað hlaupið eða verið á þönum út af stöðunni í heimsfaraldrinum. Það hefur líka þýtt það að við höfum getað gefið okkur tíma til að nema staðar, til að skoða, horfa í kringum okkur, meta hvað er gott í líf okkar og meta hvaða tengsl við eigum og hvaða tengsl er okkur dýrmætust. Það hefur vissulega opnað augu okkar fyrir lífinu og stöðu okkar. Lærdómstími hafa margir sagt, við erum yfirleitt duglega að draga lærdóm af reynslu sem við göngum í gegnum. Jafnvel þó að sú reynsla geti reynst okkur afar erfið. María Magdalena hafði orðið fyrir mjög erfiðri lífsreynslu, óbærilegri í raun.
En hryggð hennar hafði snúist upp í fögnuð af því hún hafði hitt vin sinn á ný. Hún hafði haldið kyrru fyrir og þar hitti hún Jesú. Og þá koma þessi orð úr 47. Davíðssalm upp í hugan: Veri kyrr og viðurkennið að ég er Guð. Veri kyrr, það er áskorunin. Og það er það sem ég langar að fá að skilja eftir hjá þér í dag. Staldraðu við, dokaðu við. Veltu því í raun og veru fyrir þér hvað gerðist á páskadegi fyrir hartnær 2000 árum síðan. Hvaða þýðingu hefur þessi atburður fyrir þig? Og getur ímyndaði líðan Maríu Magdalenu þegar hún hitti vin sinn á ný. Þessi hugrakka kona, þessi góði vinur, sem vildi allra síst slíta sig frá Jesú. Og fór að gröfinni í sorg, en fór svo frá gröfinni í fögnuði. Saga Maríu Magdalenu og hvað hlutverk hún hefur í upprisu frásöguna á erindi við okkur öll. Megir þú upplifa gleði Maríu Magdalenu, gleðin yfir því að Jesús er hér með okkur, er með þér, hvar sem þú ert eða hvers sem þú ferð. Stundum þarf maður bara að fá að staldra við. Staðnamast og taka á móti fagnaðarboðskapunum og taka undir kveðjuna góð úr frumkristninni. Kristur er upprisinn, Kristur er sannarlega upprisinn. Guð gefi þér og þínum gleðilega páska. Drottinn gangi á undan þér og vísi þér rétta leið. Drottinn gangi við hlið þér, svo hann geti tekið þig sér í fang og verndað gegn hættum til hægri og vinstri. Drottinn gangi eftir þér og varðveiti þig fyrir falsi vondra manna. Drottinn veri undir þér og lyfti þér þú hrasar og bjargi þér úr snörunni. Drottinn veri í þér til að hughrista þig þú missir kjarkinn. Drottinn veri umhverfis þig til að vernda þig gegn árásum og Drottinn veri yfir þér og blessi þig. Já, náðugur Guð blessi þig í dag og á morgun. Amen.